Vaðandi virðing með tvíhöfða. Við höfum nú oft pirrað okkur á því, strákarnir, við þessir óvinsælu strákar, eða skilur, þú veist, við vorum það allavega í æsku. Við vorum ekki kannski vinsælir í gagnfræðaskóla. Þú ert að leggja út frá því Efri bekkjum grunnskóla. Það vill nú brenna samt við að sæta stelpur hafa í gegnum tíðina alltaf enda með drullusokkum. Ég meina, ég horfði einu svona á djúpulaugina. Já. Og þar var voru 3 strákar. Já. Og einn var bara plain lúði, sko. Lúði, já. Svo var einn sem var svona brúneður og svona kúlaði í. Og svo var einn sem var bara svona góður, sko. Hann var rosalega góður. Já. Og hún svo var svona eitthvað svona stelpa. Og hún var að spyrja, hvað myndir þú gera? Myndir þú gera eitthvað fall fyrir mömmu þína? Og lúðinn sagði eitthvað, bara gefa henni blóm. Og brúnaði eitthvað sagði, ég reyni nú að gera sem minnst fyrir móður mína. Og svo kom að góða stráknum og hann sagði, ég man alltaf hann sagði allir myndi ekki reyna bara kannski tala við hana og veita henni athygli. Og ég þekki það vel því að ég mjög tengdur móður minni, hún hefur þurft að gangi í gegnum mikil veikindi og erfiðleika og ég hef verið mikið með henni. Ég veldu þennan. Já, og hann er góður. Þarna færðu nú góðan strák sem að svona langar að sína athygli og svona. Og sjálfsögðu valdi hún þennan brúneðagaurinn þarna. Já, sem vildi gera sem minnst fyrir móður sína. Já. Ég ætti velja nummer 2. Og maður sáði alveg bara suits you, bara einmitt, bara gott á þig. En hvað það sem gerir það verkum að, oft góðar stúlkur velja vonda pilta? Ég nefnilega held það. Ég held að þær vilji finna sér menn sem fari illa með þær. Já. Ég held að þær vilji, ég nefnilega... Kenning, það að koma kenning í beinni útsendingu. Já. Þeir sem voru að koma inn, þá eru við í beinni útsendingu og það að koma kenning. Þessar típur... Það vilja finna sér menn sem að fara illa með þær til þess að geta síðan látið sér misheppnast í lífinu og kennt þeim Já, þær þrá að vera misheppnaðar. Þær hafi ekki nógu mikið sjálfstraust, þær trúi ekki öðru. Þær trúa því að þær verði misheppnaðar og allt eftir að ganga ömurlega og allt verði ömurlegt. Þannig að þær finna sér mann eða eitthvað svona típu, ekki mann, heldur menn eða típur af mönnum sem þeim geðast að sem að eru ávísun á ömurlegt líf. Okay. Og síðan standa þær uppi 33 ára og segja það er ekki nema að vona mann að hafi misheppnast í lífinu með þennan mann. Skilurðu? Hann er drullus okkur. Þú áttar. Og þá erum búin að unga út 4 börnum. Já, og þá eru vinkonur hennar, allar eins og ég var þegar ég var í 12 ára. Þegar ég var 12 ára, þú ert yfir hann hafinn. Og þú átt betur að skilið og allt þetta, skilurðu. En ég meina... En hún er basically 33 ára, algjörlega bara komin á sama stað og bara rauð Reykjanals eða eitthvað. Hún er bara, að fara í lítadagerð og eitthvað svona vesen. Og þær vissu alveg að þetta myndi fara svona. Ég er búin að brjóta heilanum þetta, skilurðu. Ég er 37 ára og ég var að koma að stað þessu bara í síðustu viku. Skemmtileg. Ný kenning, sem fæddist í síðustu viku. Fæddist í síðustu viku. Að það væri þetta væri í innra með þeim sem velur drullusokkin. Þetta er meðvituð eða ómeðvituð ákvörðun. Innri óhugnuð. Og af hverju velja konur, alltaf sætustu konurnar eða sætustu stelpurnar velja alltaf mesta drullusokkin. Þetta syndróm, góða stelpar með drullusoknum. Já. Lengi vel hélt ég þetta væri vegna þess að vildu bjargonum. Já, jú, einmitt, maður hélt að þetta væri að því hann höfðaði til móðutilfinningar. Já, einmitt. En ég meina, hver höfðar meira til móðutilfinningarinnar heldur til ég? Skilurðu, sem man ekki neitt og skil ekki neitt og enda allar mömmur, ég meina, mömmur hafa alltaf verið mjög hrifnar af mér, Já, þannig að ef þær væri eitthvað að ganga á móðutilfinningum The King of Mothers, kallaður. Akkurat, og The Mother King. Ef þær væri eitthvað að ganga á móðutilfinningunum þá hefðu þær valið mig. Þá hefði ég vaðið þegar ég var 12 ára. Ég vaðið í gellum og sem ég gerði ekki.